Eyjólfur, nú Háskólinn á Akureyri þekktur fyrir sitt fjarnám og sveigjanlega nám. Hvaða tilmæli fá nemendur nú á þessum tímum samkomubanns? Það eru bara mjög einföld skilaboðin til nemendana. Meistaranemar og bakkalárnemar hafa ekki aðgengi á skólunum, þannig að allt okkar nám þarf að fara yfir í stafrænt form, sem við erum mjög vel undirbúin eftir margra ára uppbyggingu á okkar sveigjanlega námi. Og það þýðir raun og veru bara það að nemendur þurfa að sinna sínu námi frá þeim stað þar sem búa, samkvæmt þeim áætlunum sem að liggja fyrir, en það mun ekkert að öðru leyti breytast. Nú hafa aðrir háskólar, framhaldsskólar þurft að senda nemendur heim líka. Hafa þessi skólar verið að leita til ykkar því nú eru skólar misvel undir þetta búnir en þið eru vel undirbúin? Við erum vel undirbúin og reiðubúin að hjálpa þeim sem til okkar leita, en fólk hefur svolítið verið að reyna að átta sig á hlutunum og við höfum ekki orðið varðið mikla ásókn í leiðbeiningu, en almennt séð þetta nú orðin tækni þannig að flestir skilja í hverju hún felst, tæknin. En þetta svolítið mikið meira en bara tæknin. Þú þarft að geta búið til námsumhverfi með stafrænum hætti, þar sem að tæknin sameinar fólk, en ekki lykillinn eða undirstaða námsumhverfisins alls. Þess vegna hvetjum við okkar starfsfólk til þess að nýta fjölbreyttar aðferðir, að nota fjarfundi, nota fundi beint með nemendum, varpa sínu efni yfir netið í streymi eða með upptökum, vera í raunverulega með fjölbreytta náms- og kennsluhætti í stafrænu formi, sem grunnurinn af því að það skapi samskipti og skilvirk samskipti milli nemenda annars vegar og nemenda og kennara hins vegar. Þetta skiptir gríðarlegu máli því nú hafa skólar áhyggjur af þessari einangrun nemenda og hreinlega brottfalli, en þegar þú býr til þetta samfélag þá einhvern veginn heldur betur utan nemendur. Algjörlega, og það algjört lykilatriði að kerfin bjóði upp á samskipti til milli nemendanna sjálfra í hópvinnu og öðru slíku. Við höfum verið að nýta okkur bæði Teams, við höfum verið að nýta okkur Zoom, við erum með námsumhverfi sem við höfum verið að taka upp á síðustu missurum, sem allt miðar að því að nemendur getur verið í samskiptum sín á milli jafnt mikið eins og við kennarana. En nú eru kennararnir þá líka vanir því að kenna á þennan hátt, því að þetta ekki einhvers konar öðruvísi kennsluaðferðir sem þú beitir þegar þú ert að kenna í fjarnámi? Almennt séð getur við beitt margvíslegum aðferðum í kennslu sem þessari, og við höfum verið að byggja upp okkar kennslumiðstöð og kennsluþróun, þar sem að kennararnir okkar hafa verið að fara námskeið í því að búa til fjarnám og gott, ég vil kannski orða þetta svona, gott stafrænt námsumhverfi. Það svolítið annað heldur en að tala bara að fara í fjarnám, sem að þýðir að einhverju sé bara varpað. Þetta þarf að vera virkilega innihaldsríkt námsumhverfi. Svo líka námið það fjölbreytt, því hér eru þið líka með þetta klíníska nám og lotunám. Hvaða áhrif hefur þetta á þetta nám? Já, það má eiginlega segja að stærstu áhrifin séu einmitt á klínískt nám sem að tengist oft starfsstéttum sem eru í miklu álagi núna, eins og heilbrigðisgeirunum í hjúkrunarfræði og iðjuþjálfun. Nú lögreglufræðin og starfsemi lögreglunnar að sjálfsögðu mjög, undir miklu álagi þessa dagana. Þess vegna höfum við þurft að gera ákveðnar breytingar á starfsnámi, til dæmis hjá lögreglunni, en það eru allt saman lausnir sem að gera nemendum kleift að halda áfram í sínu námi út þetta misseri, og það svona meginmarkmiðið að allir eða langflestir, helst allir, geti lokið sínu námi á þessi misseri, saman hvort það til náms á næsta ári eða hvort það til útskriftar. En nú það þannig að það ekki allir í námi sem eru heima í sóttkví, en nemendur eins og hér við Háskólann á Akureyri, þeir þekkja það að það þýðir ekkert að vera í náttfötunum allan daginn og sofa langt fram eftir. Það þarf að búa sér til rútínu. Við erum orðað þannig, það eru kröfur klæðnað, en okkur svo sem saman þú sést í náttfötunum, en við mælum með því og það algjörlega nauðsynlegt að byggja sér upp fasta rútínu. Mjög góð punktur hjá þér að benda á að það að koma sér í fasta rútínu með ákveðnum tímum, sinna ákveðnum verkefnum yfir daginn afskaplega mikilvægt á tímum eins og þessum, sérstaklega þegar það svo mikil óvissa. Þannig að hluta því að íta þessari óvissu burtu frá okkur að skapa okkar eigin vissu í okkar eigin degi, og það getum við vissulega gert saman hvort við erum í sóttkví eða hvort við erum að bara vinna heima við, því að nú eru margir starfsmenn háskólans til dæmis sem eru að vinna heima við, eða hvort við erum að stunda okkar nám að heiman. Hjól atvinnulífsins, þau þurfa ekkert að stöðvast þó að skólinn hérna sé hálftómur hérna fyrir aftan okkur, þá helling starfsemi hér í gangi. Já, starfsemi skólans í fullum gangi þó það sjáist ekki á tómum göngum, því að starfsfólk almennt séð í fullri vinnu.
Hjól atvinnulífsins almennt séð eru líka virkari heldur en við kannski sjáum á yfirborðinu því að ýmislegt nú að gerast út í heimi þar sem að Amazon þarf að bæta við sig starfsmönnum, við sjáum meira sér matvörubúðir hér á höfuðborgarsvæðinu og hér fyrir norðan auglýs eftir auknum fjölda starfskrafta til þess að sinna nýrri þjónustu sem heimsending á matvælum. Þannig að við munum læra margt af þessu ferli, það engin spurning, en á sama tíma eru samt sem önnur hjól sem að hriktir verulega í og munum væntanlega að þurfa verulega aðstoð og spurningu til þess að geta haldið áfram. Þannig að það eru ýmis tannhjól sem munu hrikta í og þurfa frekari spurningu ef það á að ganga upp í okkar samfélagi. Hvaða dæmum lærdóm gæti Háskólinn á Akureyri dregið út úr þessu öllu saman? Í fyrsta lagi það nú bara mjög góð tilraun á okkar námsumhverfi. Hefur okkur tekist að skapa stafrænt námsumhverfi sem að gerir ráð fyrir gagnvirkum samskiptum. Við munum örugglega rýna í það þessu loknu og læra af því. Og það mun hjálpa okkur að efla það námsumhverfi sem við bjóðum upp á í dag. Þannig ég hugsa að það sé svona það fyrsta. Í öðru lagi mjög áhugavert að sjá hvað við erum fljóta að fara yfir í fjarfundi. Ég með alla mína fundi í dag í fjarfundum og það þýðir einfallega öðruvísi fundarstjórnun og oft á tíðum skilvirkari fundi. Þannig að það verður áhugavert líka. Þannig að það gæti þá bara hreinlega verið að einmitt þessi vera, hún fær okkur inn í framtíðina og nútíman á margan hátt. Við skulum segja á margan hátt þá opnar hún augu okkar fyrir nýjum möguleikum og nýjum leiðum. Við hefðum vissulega viljað gera það með öðrum hætti. Það engin spurning. Þetta heljarverkefni fyrir okkur öll sem að takast á við. En það verður þarna ýmis lærdómur sem við höfum og ég velti til dæmis fyrir mér munum við þurfa að hugsa og endurskoða og hugsa vel það hvernig við höfum byggt upp okkar velferðarkerfi og aðgengi að þjónustu sem hefur oft kannski verið svolítið miðuð á eitt svæði sem gæti mögulega hafa lokast af ef ekki hefur jafn vel tekist til eins og hefur tekist til fram með þessu. Þannig að það er ýmislegt sem við munum spyrja okkur þegar þetta allt saman yfirstaðið. Takk hérlega fyrir þetta. Það verður gaman að sjá þegar að gangarnir fyllast aftur af nemendum í Háskólanum á Akureyri. Við ætlum að senda bolta núna aftur yfir á N4. Þar Karl Eskil komið með góðan gest til sín í settið.